Komið sæl og blessuð aftur. Verði ljós og það varði ljós. Verið velkomin í skautavöllin á Akureyri. Það búinn fyrsti leikluti. Staðan 0-0, þannig að þið mistuðu ekki að neinu. Og við erum loksins komnir í mynd. Hann stendur hérna og hann búinn að tengja hérna hlaupahjól við rafkerfið hann Eiki og á. Hann hjólar hérna alveg eins og ég veit ekki hvað. Grænlenski tæknimaðurinn Eiríkur búinn að koma þessi í gang. Og það veisla í vændum. Þú voru að gefa honum vatn, hann að sofna hérna á hjólinu. Leikurinn að detta í gang. Fjölnir 0. Víkingar 0. Og Víkingar ná pekkinum. Dömbarum inn. Unnar fer eftir honum, Hjalti til varnar. Hjalti tæklar hann, Hjalti tæklar Unnar. Jói Leifs tekur bökkinn, sendið yfir á Gunnar Arason. Gunnar Arason þreifur í skoti. Það framhjá, eins og svo mörg skoti í þessum leik búin að vera. Ánægður með Unnar þeim fyrir fram markið. Þvílíkt flottur. Jói Leifs yfir á Gunnar. Hann horfir. Gunni. Nei, Birkir Andersson setur 50, stærð 50 skaut hann fyrir. Já. Og blokkar. Heiðar Kristjánsson leitar að manni, finnur Gunnar. Gunnar horfir upp. Gunni með langa sendingu. Kristján. Heiðar. Heiðar með sendingun á fyrir og Kristján. Pökkunni laus. Og Atli Viðar. Nei, Atli Valdimarsson fyrir ekki. Atli Viðar, þetta er FH. Hann hættur í boltanum og komin í hokkið. Atli verið þetta vel. Heiðar. Nei. Þá það Fjölnir. Kristján Alberg keyrir upp öllin. Hann góðunum. Kemst inn fyrir og sendir hann fyrir. Hinrik heldur hann fyrir. Nei. Vel gert hann að. Góð vörn í hölni hann að. Nei. Erðu! Pökkurinn boppar hann á milli manna. Hinrik dömpar hann niður. Það Viktor sem sækir hann bara, sem setur hann upp. Og kemur stórfurulegt dropp hann að. Andri hendur þessu inn hann að. Andri Skúla. Svo hefur sér á hreinu. Andri Skúlason sendir yfir á Pétur. Pétur yfir á Andra aftur. Pétur í landsliðsmaður í bandi. Og frisbee. Víðfrægu kallinn. Það ekkert dónalegt að hafa svoleiðismenn í vörðinni. Nei, bara að mætti nú kasta pekkinum eins og hann gerir með frisbeeinu. Já. Já, bara bandi meistara. Jói Leifs. Horfur á markið. Leður hann í. Heitt í skeytin. Jóhann Már Leifsson nummer 10. 17 mínútur og 51 sekúndur eftir af annari lotu. Ekkert að frétta og Jói smelt honum í skeytin. Allt sér hann seint hann er með traffík fyrir fram að sig. Já, gott ef að Unnar Rúnarsson var ekki í blokkinu hann, en allir sá ekki neitt. 1-0. Bingo. Nóg eftir í þessu. Ég segi nú bara það var eins gott að Eirík kom að koma hljóð og mynd í gang, sko. Já. Og Víkingarnir komnir yfir. Staðan 1-0 í imbanum. Ef að myndin dettur aftur út, þá vitið það bara að hann í masspásu og hann ekki. Og Aron Knútsson kemst inn í þetta og keyrir niður í hornana. Ennþá með hann. Gunnar pressar á hann. Þeir berjast á hann fyrir rammaðan. Kemur sendingin út á Hjalta. Hjalti hleður í þetta og Aron nær að stýra honum en Arnar. Kökkurinn stoppar hjá varnarmönnum Víkinga. Hjalti stoppar hann aftur á bláu. Býtur nú við. Það er handpass. Uppkast. Við erum ekki verið að kasta hann inn út hérna Bjössi. Nei, ekki nefn að segja dólgur. Það er fullt af frægu fólki í stúkunni. Við viljum heldur ekki kasta upp. Nei, ég sá fullt af frægu fólki í stúkunni á hann, hefur löpðið um í kaffið. Já, það? Já. Er einhverjum nafntóðaðir? Fossi hérna, Langatöng. Ná. Kendur við Viðar. Já, og svo er hérna hirð kokkur skautafélags Akureyrar, Helgi Gunnlaugsson. Já. Þannig að það er fullt af frægu fólki hérna líka. Sjá einhverja fleiri hérna. Það er allt morandi í selebum hérna. Já. Enda hvað ætti það annars það að vera? Já, segðu.
Það er eitthvað skautahöllin eða Instagram. Róbert heldur þessu inni fyrir Víkinga og Baltasar, Hinrik. hann reynir að hendur Slefur sig skotið. hana. Vignir með pökkinn. Pétur hann missir hann út en Róbert sækir, Kristján pressar á hann. vel gert hjá Robba. Snýr hann af Snýr hann af sér og hana. Kristján Fleygiferð. neglir og rammar bara. Birgir heldur þessu inni fyrir Fjölnir. Og Robbi í baráttunni við Andra. Áfram. Þetta var Pétur. Pétur fær kilvuna hann í andlitið. Það er bara gott. Og Róbert stoppar þetta. Kemur eitt slast þarna inn í þetta. Það er að færast fjör í þetta. Já. Andri Sverrisson aðeins stanglaði í Robba. Bara til að halda varnamannunum heitum. Jú, þeir megi ekki sofna. Ekki það Orri Blöndar hefur aldrei sleppt honum með þetta. Já. Uppkast. Fjölnir tekur það að vanda. Aron Knútsson um pökkinn, dömpar hann í hotn. Það er Viggó sem sækir hann. Hann fær eitt stykki Orra Blöndal á sig. Orri. Aron tekur hann. Orri er ennþá í tekningum að það. Jói Leifs. Hendur þessu. Reyðir er ennþá að reyna að skjóta yfir Birkir. Já. Þetta þarf að vera í 5 metrónum. Ég var að reyna að segja þetta á hann. Eða þetta að setja hann yfir hann. Turninn. Birkir Árnason. Áturinn. Ekki skemmir það hann kallir að hann er Akureyringur. Já. Þetta er á Svarfaðardal. Ég særði þetta ekki, eins og það segja. Aron Knútsson, flegiferð fyrir Fjölnir. Hendur þessu niður í hotn. Fjölnir er að halda sinni. Aron kemur og Aron Knútsson er búinn að skora. Aron Knútsson. Það var Darratas að bláa þarna. Aron Knútsson. Hann hendur þessu bara á markið og hann fer inn hana. Langfyrstur að hugsa. Smurðan fram hjá Robba út í stöng. Ég held að Robbi var ekki viðbúinn þessu skotleiki. Nei, Robbi bara upp í Hlíðarfelli kallinn sko. Herðu. Þetta er spennandi, 1-1. Já, 15 mínútur eftir af öðrum leikluta. Robbi var bara að spá í einhverjum 3 fasa tenglum hann að gleymdi leiknum. Já, hérna hér. Herru, þetta er bara alvöru núna. 1-1. Aron Knútsson. Sett eina slummu fyrir Fjölnir. Nýfjamt hérna. Fjölnir hirðir uppkastið á miðunni. Allt annað að sjá til Fjölnis. Alltaf Hinrik fyrir þessa kemur hún á og fær tækling á sig. Róbert stoppar hann á bláu, nær að halda honum inni, Unnar í baráttunni. Hinrik, nei, það var Kristján, afsakið. Kristján í baráttunni ennþá fyrir Víkinga og nær að halda honum inni, kemur honum yfir á Hinrik. Hinrik kemur nú þvert yfir á Heiðar en Hann er ekki skotinu. Þá keiraði stað Tómas Vídal, dömpar þessu inn hana. Robbi stoppar, nei, hann er ekki bekkinn fyrir aftur mark. Pétur dundrar þessu yfir. Róbert Harfur með pökkinn, sendir yfir á Hinrik. og Hinrik stendur á þessu tæklingu. Fjölnir koma sprækinn núna. Nei. Vignir út á bláu yfir á Hjalta. Hjalti yfir á Birkir. Birkir og sleður í skoti og nei. Munaði engu þarna Kristján Kristjánsson. Nær hana Kristján Kristinsson afsakið. Kristján, hann heitir bara Kristján. Ég hef alltaf kallað hann Kristján. Já, hann hefur aldrei sagt neitt. Hann er Kristján hérna eins og segir sænskur. Nú. Unnar ber hann upp fyrir Víkinga, kemur skotið og það er í loftrastík stokkinn. Það fóru steina sambónið þegar hann sá pökkinn fara í stokkinn hana. Já. Bjössi, þetta er mesta skemmtun. Hið mesta. Á uppkastinu Andri Sverris. Jói Leifs. Herri, hann er sopnaði með pökkinn. Anna, hann nokkaði við sig Leifsson. Kemur Andri og skýtur á markið en Atli tekur þetta auðvitað beint á hann. flott skott. Jói vann uppkastið. Sæmi með uppkastið aftur. Spurning hvort hann detti út aftur.
gríðarlega góður uppkastari Sæmi. Já. Sendingin yfir á Jóa Ljós, Leifs, Jói snýr hann af sér. Og Jói búinn að þvæla í gegnum allan þjóðanlega, Andri Mikaelsen er ekki í skotinu. Aron Knútsson ætlar að dæmpa honum út, en Unnar Hann er að stela honum hana. Unnar fer illa með hann hana. Andri Mikaels út á bláu og Orri Blöndal leður í skotið, en það er framhjá Aron og Andri stígur upp í hann og nær að trufla hann. já, og það voru Aron og Orri, þetta er alltaf fróðlegt. Og Orri stendur það af sér. Unnar ber hann upp fyrir Víkinga í gegnum miðuna. Kemur skotið rétt yfir. Það er Viggo. Nær að sækja hann. Heiða Kristvar dömpar honum inn. Birkir horfir, vill taka langa. Já. Það er aðeins að hitna í kólunum hann Það er eitthvað aðeins að hitna. milli Aron Knúts og Orri Blöndal. Ég held að það sé spáð líka fullu tungli í kvöld. Það er eitthvað svo leys. Gætu sér strákan að breytast eitthvað. Gunni hann að snýr ring eftir ring. Já. Gunni er hann með hann aftæði markið. Sendir hann að, já, það hefnaðist einhvern veginn. Heiðar. Heiðar með skotið. Allir verð. En Heiðar hefur eitthvað meitt sig hérna. Fekk á sig hann harða tæklingu. Já, ég sá þetta ekki alveg. Hann stígur bara upp í hann varnarmaðurinn og stoppar hann. En Heiðar náði skotinu samt. Hann hristir þetta af sér. Það verðist þeirri lagi með hann. Og Leibbi kominn inn á sko. Leibbi liðstjóri, það er ekkert grín. Sko. Það er rándýrt að fá Leibbinn á. Innbæðingurinn hristir þetta af sér. Já. Það var ekkert á þetta. Það er meir en helmingurinn liðinu undan Leibba hérna. Það er svoleiðis. Það er bara þannig. Það hefur verið nóg að gera hjá kallinn. Já. Já, hann er með dómara hérna Já. og leikmann og Já. Allstaðar. svo er hann með barnabörn í stúkunni. Þetta er út um allt hérna. Leibbi liðstjóri, hann er alveg svakalegur kallinn. Og þeir ræða sín á milli dómarinnir hvort þetta hafi verið eitthvað. Já. Ég held þetta hafi nú bara verið tækling bara. Já, ég sá þetta bara ekki. Ég sá bara skotið og þannig að Hann stígur bara upp í hann varnarmaðurinn. Eiríkur er ekkert að sýna okkur þetta aftur það? Nei, við viljum ekkert vera Nei. hrófla neitt mikið Nei. í tækninni akkurat núna. Nei. Við erum bara ánægðir með að vera konur í mynd. Já. Númer 14 fær 2 mínútur fyrir tripping, eða nýjing. Já. Þetta er fróðlegur dómur því að númer 14 fær 2 mínútur fyrir nýjing og minnur þess að Andri Már Mikaelsson, nei hérna Hafþór okkar, Sýrúnsson. Hann fekk 3 leikja bann fyrir nýjing. 3 leikja bann fyrir nýjing. Þannig að En það er svo sem Þannig að þetta er mjög athyglisvert. Ja, þetta er mjög spjöst dómur en Já. allan að frá okkar dyrum séð þá virtist þetta nú bara vera tækling. Andri Sverrisson og Kristján Albert er eina Maldi Móin hana. Já. En það gengur nú ekkert. nei. Mjög hættulegt brot, nýjing. Þetta er þá ertu búin að missa manni framhjá og skýtur niðin út í aðra okkur áttina fyrir hann og menn hafa meðst mjög illa við þetta, hann að þetta er hættulegt brot og við viljum ekki sjá það. Og þá er það Víkingar sem taka powerplay flugvallar megin hérna. Og það er Andri Már Mikaelsson sem nær skotinu hana. Höggurinn poppar hana. Jói Leifs nær að halda honum, snúa hann af sér, kemur honum út á
Unnar í skotinu hana. Gunnar tók skotið og Unnar komst inn í það. Róbert með bökkinn yfir á Unnar, djúpt í svæðið. Unnar hreinsar hann með frá rammanum yfir á Andra Mikaels. Andri út á Gunnar og Gunni yfir á Robba. Robba eftir á Gunnar. Þetta er fínt, þeir eru aðeins að ná að reyfa þá. Þeir eru svona að reyna að teygja á kassanum. Og Unnar fer bara inn. Men veistu hann að Andri Nei. Já, þetta er rugldómur. Já. Mér finnst það bara góð barða hana en Andri Mikaels. Hann er bara sterkari en hann og þess vegna fer hann. Já, Andri heitur sko. Hann er svolítið að tala við menn. Boarding segir Óli. Já. Jæja, þú deilir ekki við dómarann. Borðið lengjandi að fá 2 mínútur í það. Orri Blöndal vill fá útskýringar á þessu, skilur ekki neitt inn einu. Herra, hann fær 10 mínútur fyrir þetta, Eli. 2 + 10? Já. Já, það er mjög líklegt. Þetta er... Nýkonum banni. Já, þetta er hættulegt brot. Boarding. Og þeir eru svona við það að jafna sig á þessu. Bruna hann inn, Andri Mikaels í boxinu, næstu 12 mínútur. Já, hann kemur bara ekkert meira inn á fyrir í 3. lotu. Blessaður. Hann er nú samt ágættur kallið. Toppmaður. Og hann er svo rót á þessu. Liðin spila 4-4 núna. Já, nóg pláss á ísnum en sendingin, geggjur sending og næstu því hérna Kristján kominn í gegn. Gunnar Rúnarsson, Kristján fyrir Fjölnir. Seigur kemur bara að taka á. Skýtur beint á. Það er fínu skotið þarna. Vel gert af Kristjáni. Það er að færa sig til þetta. Já. Ég held að þetta er miklu meiri hockeyleikur heldur en í gær, enda staðan 1-1 líka. Það er ekki 4-0. 1-1 og bæðilið með mann í boxinu. Fjölnir fari powerplay eftir hálfa mínútu. Birkir Árnason með bökkinn, hann horfir. Skýtur í Heiðar. Heiðar kemur honum inn í svæðið, Egill pressar á þetta. Aron Knútsson hana í baráttunum við Heiðar. Viggo sendir á Viktor sem sendir hann væntanlega á Vigni. Vigni leitar yfir örugglega. Nei, hann þarf að gera þetta sjálfur. Það virkar ekki þarna. Og þá var það Heiðar. Heiðar skref langur hana, kemur honum en Egill hirðir hann upp. Egill stingur af úr tæklingunni hérna, Viktor. Hann fyrir aðra á flugbrautina. Flugmaður, hann er orðinn flugmaður. Enn einn baráttan hjá Orra og Aroni. Vignir hendur þessu hana. Kristján blokkar skotið. Robbi hendur þessu út. Fjölnir er í powerplay í þessu stundina og sjáast ekki. Aron, pökkuninn, límdu við spaðan hjá honum. Róbert Hafberg með pökkinn. Út með rammanum, Hinrik heldur bara áfram. Tefur tíman jafnt í liðum. Pökkurinn í horninu. Orri Blöndal fer bara á teinana. Hann er ennþá með hann. Orri er ennþá með hann. Stendur á sér tæklingu, nei. Þeir eru komið 2 á 1 hérna, Fjölnismenn. Hilmar og Kristnæ. Já, hérna. Tvímannaðar á Hinrik. Já. Balti kemur honum á Kristján, yfir á Gunnar. Bæði lið taka skiptingu. Og þið þreytir.
Unnar í pressunni. Hjalti. Þá það Gunni yfir á Tómas Vídal. Gunni Ara. Nei. Með kanadískan Hættulega. snúning hann að kallinn. Hættuleg sending hann hjá honum. Já. Jói Leifs. Jói leitar. Jói er unni ringlaðar hann í kringum hann. Það er ringlaðar, það er skauta hvort annan bara. Já. Egil í pressunni, Unnar. Og þeir halda Pétur þessu, Pétur heldur, nei, missir út fyrir. Góð vinsla, núna Pétur. Bandispilarinn. Hinrik pressar á þetta. Pressara á Vignir sem dömpar hann yfir á Fín pressa hana, núna Kristján, vinnur pökkinn. Pétur nær að halda sinni þarna. Fínum bara það. Mikið hraði í leiknum núna, þetta er mikið fram og aftur hérna. Aron Knúts, dömpar hann inn. Róbert var niður. Skynsamur hana. Já, flottur. Tættir svo bara af stað. Pétur nær ekki skiptingunni ennþá. Búinn að vera lengi inn á. Hinrik. Yfir á Pétur. Og þeir fara í skiptingu. Rabbi yfir á Pétur. Pétur tættir af stað en sendingin ónákvæm. Aron. Þeir eru 2 og 1 hana. Fyrir og sendir hann yfir á Spila hjá Fjölni. Það markja Fjölnir! Já, hérna Einar Guðnason setur hann. Frábær sending hana fyrir. Staðan var 2-1 fyrir Fjölni. Já, nú hleypir þetta lífi í þetta Bjössi. Já. 6 mínútur 23 sekúndur eftir af annari lotu og Fjölnir var að komast yfir. Með marki frá Einari Guðnasyni. Það er ekkert annað. Þetta er orðið leikur. Allt annað að sjá Fjölnir í dag. Og hvað ætlar F-meistarinn að gera í því? Það er ekki gott að segja. DJ-inn er minns að hættur að spila tónlistin eftir hann. Já. Nú þurfa þessa víkingar að heldur betur. Það er að sína klærnar. Og Unnar kemur hann ekki inn fyrir. Það er Fjölnir snýri sig við. Kristján Albert. Kemur á hliður í skotið. Flott skot hann að rétt framhjá. Og Vignir nær að halda honum. Nei, missir hann. Tómas. Hjalti heldur hann minni. Og sendingin yfir á Vignir. Og hvað gerir Vignir hann að skýtur á minnan engum. Hann er inni. Það er Tómas Vídal sem kemur honum inn þetta. Þeir eru heillum hornir varnarmenn Nessa. Já, hérna ég skal segja ykkur það. Allt annað að sjá til Fjölnis. Þetta er bara geggjað, þeir eru bara miklu græðar á pökkinn sko. Já, allt annað að sjá til Víkinga líka. Eftir að Andri Már Mikaelsson fekk 2+10 hérna þá hefur leikurinn snúist. Það var svona snúningspunkturinn í þessu. 3-1 fyrir Fjölnir. Það verður gaman að horfa á seinustu lotuna Bjössi. Já. Nú er þetta orðið alvöru leikur. Og hvað gera Víkingar? Mómentið er með Fjölnismönnum en það er Kristján sem kemst í skotið. Allt verið þetta auðvitað hana. Stúkan að taka við sér. Og vonandi fara leikmenn að vakna úr rotinu. Víkingamegin
Og það Heiðar sem næst skotinu en... Atli tekur þetta auðvitað. Easy. Vantar ennþá örfá leikmenn hjá báðum liðum. Já. Ekki allir alveg heilir. Einhverjir í banni. En Fjölnir að spila betri leik þessa stundina. Vignir sendir yfir og Hjalta. Hjalti leitar. Nei, glórulausa sendingu þarna. Núna er enga Kristján Árnason næði að koma pekkinum í markið þarna bara. Hreinlega. Og Andri Sverrisson nær pekkinu hann í hodninu. Hinrik og þeir eru hann 2 á 2 að berjast pekkin. Hrúa hana hann í hodni. Það er ekkert í gangi, hann lítur að flauta bara. Þeir sparka pekkinu bara hann á milli. Kristján sendir hann Atli verða. Þetta var laust. Stjáni nær ekki að setja púður í þetta. 3-1 en þá 4 mínútur eftir Rúmar af annari lotu. Hvað gera núna? Orri Blöndal kemst inn í þessi, Kristján hirðir hann upp fyrir Fjölnir. Orri hana! Já, Orri tæklar hann hana í bakið, hann fer beint í bakið á honum. Og það er 10 mínútur óra. Þetta er bara klaufalegt brot, Bjössi. Maður snýr þannig. Ég held að hann sé að fara 10 mínútur á þetta. Já, hann er meter frá rammannu þegar Orri fer beint í bakið á honum. Þetta er bara klaufalegt. 2+10, boarding. Ekkert flókið. Og það þarf einhvern eins og maður segir, þá eru gömlu kallarnir komnir í boxið. Allir. Það er hjá Víkingum. Unni fær sinn tíma í boxinu. Já, Unni ræðvillinn þarf alltaf að sitja þessar 2 mínútur. En Andri Már Mikaelsson ennþá að sitja af sér og Orri Blöndal verður næstu 12 mínútur í boxinu líka. Og ef ekki núna þá hvenar þá fyrir Fjölnir að bæta við mörkum. Fjölnir heldur í sinni. Vignir með bökkinn, hann horfir. Já, það er bara þannig. Þetta var ekki alveg. Það var ekki til að býða til þessu. Hann neglir þessu bara yfir. Víkingarnir koma þessu út. Vignir stoppa fyrir aftan markið. Þá kemur powerplayið. Það er Kristján sem tekur bökkinn. Hann ber hann bara inn. Og Andri Skúlun er að hreinsast út, vel gert. Auðvelt. Unnar pressar hann á Vigni. Unnar lendir hans á markinu. Þá er það Vignir, kemur á fleyjuferð fyrir Fjölnir, ber hann inn, droppar honum upp, sennilega, nei, býður róluðu bara, já. Og sendir hann yfir. Viggo. Þá kemur Aron Knútsson með skotið. Það er framhjá. Þeir ná að hreinsast út aftur. Já, en þetta er betra, miklu betra powerplay Bjössi. Já, þeir eru að ná að pökkinn ganga og ná skoti. Aron kemur á fleyjuferðinni, gríðarlega kraftmikill. Kemur hann á sésnunni. Haldur hún ennþá. Og hann fyrir 1 hring í viðbót, nei, dömpar hann þannig og Arnar er að... Aron reynir að klára þetta með tæklingu en hittir ekki Heiðar. Sekundur eftir powerplayinu. Viggo með bökkinn. Inn sendingin, nei. Ups. Menn dettur hún annan þannig. Aron Knútsson steinlega á bláu hérna og gerði sér námslega. Lenda hann á Leifsinni. Sæmundi. Nei, ég sá það ekki. En Guðni dómari var alveg 200% á þessu. Það verður ekkert fram í honum.
2:24 eftir að lotunni, 4 sekúndur eftir í powerplay hjá Fjölni. Unnar í pressunni. Kristján Arnar með bökkinn, hann horfir. Nei, hann setur upp á bláu. Hjalti horfir. Hjalti, nei, Kristján heldur honum fyrir ekki. Robby í barátunni, Kristján hefur betur. Sendir hann yfir á bláu og Hjalti hleður í skotin. Unnar tekur þetta á líkamann, vel gert hjá honum. Unnar búið að taka fullt af skotum með þessa helgina. Hjalti dömpar hann inn. Robert hirðir hann upp. Unnar út á ramman bara og hreinsar og fær skiptinguna. Æsing. Þá með ekki skipta. Það samt 6 menn inn á, mega þá ekki bara vera 6 inn á? Jú. Ég voru nörgulega 8 inn á í gær þó þau fengi ekki of margir á ís. Býtum við. Heiðar sendur út af og Unnar inn á. Nei. Kristján. Nei. Jú, Leifs. Já. Það var það rétt. Rétt skjáðilega rétt. Andri Sverris, Jói Leifs í uppkastinu og Andri Sverris heldur því en Róbert kemst inn í sendinguna. Það gerir Robby, sendir hann. Erfið sending á Unnar en Unnar samt fyrstur í hann. Snýr hann af sér. Auðvöldlega sendir hann út en Fjölnir komst hann inn í þetta. Gunni reymar hann inn. Kristján með bökkinn hann að. Og húkaði niður en ekkert næmt. Arnar stendur þetta flott af sér. Hleypir manninn ekki fram hjá sér. Hinrik dömpar þessu inn. Atli stoppar bökkinn. Kristján fyrstur í bökkinn. Náði ekki í backdropinu. Heiðar var á fullri ferðin í slotti. Arnar skýtur út af. Flottur leikmaður, búinn að standa sig vel. Einn af ungstyrnunum Essa. 54 sekúndur eftir lotunni. Það held ég að Rúnar taki nú fram gítarinn inn í klefa og fara á háa síð. Taki nokkuð rocklöð inn í klefa eftir. Ekki, hann er alltaf bara frægur í soft ballur, hann ég veit ekki hvað rockar hann mikið. Tónlistin glimur, leikurinn byrjaður. Rúnar baði að hafa tónlist undir með að vera að spila. Fjölnir að vinna þessa lótu. 3-0. Nei, 2-0. Þeir eru að vinna lótuna 2-0. Það var 1-1 eftir fyrstu. Það var 1-1, það er rétt hjá þér. Já. Við erum mannlegir, Elli. Enga síðar að busta lótuna. Kemur á! Nei. Nær þannig, Egill nær þannig. Bakhandaskoti. Ætlaði að setja hann eins og Helgi Gunnlaugsson á gömlum vana í skeytinn með bakhandinni. Það gekk ekki alveg. Vignir hirðir þetta upp fyrir Fjölnir, kemur hann út á kantinn og þeir ná að droppa honum út. En Róbert kemur hann út, þarna Egill. Kristján fyrir Fjölnir. Spilsir ring þarna, tekur léttan vals með pökkinum. Jói Leifs sendir hann fyrir en þetta átti örugglega að vera sending á Heiðar en fór beint á Atla í markinu. Atli búinn að vera gríðarlega öruggur í kvöld með sér markinu á Fjölnir. Það hefur svo sem ekki reynt neitt á hann. Nei, hann var bara blokkari að reyna í einu skoti þegar Jói Leifs skaut frá bláu og beint í skeytinn. Sá hann aldrei en annars búinn að vera mjög öruggur. Hinn skotin hafa nú bara verið svolítið mikið svona beint á hann. Markmenn eiga að taka það sko. Kemur yfir á Róbert og Róbert skýtur en
Hilmar nær að blokkar þetta. Gerir vel hana. Og Heiðar með fína tengingu. Og lotan er búinn. Staðan 3-1 eftir 2 lotur. Halleluja, hver eru markaskorarar Bjössi? Bara svo við getum farið yfir þetta. Herru, Einar kom með annað marki á Fjölni og eftir honum var það Tómas Vidal sem náði að chippa bekkinum hann einhvern veginn inn. Yes, sorry. Staðan 3-1. Myndin komin á. Þetta er, Já, ég held að þriðja lota verði svakalega li. já, ég reikna með því. En eins og ég segi, líka lykilmenn SA verða að halda sig frá 10 mínútur á honum, sko. Það er alveg, gefur auðvitað, sko. Já, ég er nú ekki sammála þessum dóm hann á andra. Nei, sammála því. Maður má alveg hafa skoðun á þessu og þetta var bara rugldómur. Já, aldrei 10 mínútur, en hinn klárlega 10 mínútur. En svo kannski Fjölnismenn ekkert endilega sammála mér í því. Nei. Rúnar F, hann tekur hárþurrkunum liði hérna fyrir þriðja leikluta og Við mættum hressir í þriðju lotu. já, Ég og Elli. það er bara svolítið.
Já, við erum mættir aftur. Já, eins og ég sagði, við erum mættir. Já, löngum mættir. Það er fínt ef Víkingar færi bara að gera það líka. Láta sjá sig. Já, hleypa smá spennu í leikinn. Það verður spennt að sjá hvort að Rúnar F og Clark McCormick séu með einhver leynivopn upp í erminni. Rúnar reynir örugglega að jafna hann leik eins fljótt og hægt er. Já. Setja duglega pressa á Fjölni núna. Leikurinn hefst eftir 7 sekúndur. Ísinn glæsilegur eftir Steina. Þriðja lóta hefjast. Og uppkastið fer til það er Bíddu nú við. Viðdómur Andri Sverris óð þarna í Jóa Leifs. Það er sannlega high staking þarna. Já, en þeir ná að halda þessu. Halda honum. Það kemur ekki flauti fyrir hann að Essa missir hann. Og Gunnar heldur bara pekkinum. Sendur hann yfir Róbert. Enginn í marki hjá Essa. Jói Leifs heldur hann bara. Og það er bara allir rauðir eru fyrir neðan. Það er enginn upp á bláu. Það er Herru, þetta er nú kannski bara dómi líka. Já, ég er hræddur það. Þannig að en það þarf ekkert að vera. Andri Sverrisson óð yfir Jóa Leifs úr uppkastinu og fær dóm fyrir það. Það er high staking sennilega þarna í uppkastinu. Í upphafsuppkastinu. Veður hann upp í andlitið á Jóa Leifs. Hann kannast bara ekki við það. Það er flotta móttu kallinn. Já, hann er búinn að vera Vígalegur. Hann er búinn að vera að safni heilt ár. Bíddu nú við. Nei. Hvað er í gangi? Hann er að fara út hliðið sem menn eru útilokaðir út úr leiknum, þannig að það komna 4 mínútur upp á klukkuna og þetta er eitthvað spes. þetta er spes, nei. Dómurinn fór aftur niður á klukkunni. Þetta ætti að vera 5+20 ef hann er að fara í sturtu kallinn. Herru, ég held að hann sé að fá spering. Já, 5. Butt ending. 5+20 útilokaður á leiknum og hann er að fara í sturtuna með mottuna með sér. Andri Sverrisson, það var hiti hérna þegar byrjuði uppkastið. Hann óði Jóa Leifs, ég bara sá ekki brotið alveg því að Sæmi Leifs stóð hann eins og ísæki fyrir framann og blokkaði þetta. En þá var Björnin Við sjáum hvað gerist. Afsakið Fjölnir einum undir í 5 mínútur. Herru, hann er bara farin í kælingu. Við bara óskum honum. Já, við þökkum honum bara kæla fyrir leikinn. Já, hann spyring mjög hættulegur dómur ef þetta er hann. Ef satt er einist, já. Það var erfitt að sjá þetta. Stingur á mann með blaðinu. Það var match penalty. En það er bara leikbann. Gunni Ara heldur honum inni. Andri Mikaels rólegur á pekkinum hann heldur honum. Sendir yfir á Jóa. Andri yfir á Jóa. Jói fer í gegnum.
Yfir á Unnar skýtur en í hliðanettið, Unnar skýtur aftur og kemur hann yfir á Andra Mikaels, Andri upp á Gunnar sendir hann yfir á Heiðar leitar, nei Viktor Örn kemst inn í sendinguna, gerir vel og stoppar hann spilið. Unnar puckinn kemur fyrir aftan markið, skrifstofunni hjá Gretzky. Já, Heiðar kemur hann með hann á Andra Mikaels en puckurinn fór upp í Já, ef ekki bara segja hann að það var í vasan hjá Vigni. Já, fór upp í hanskan hjá honum og festist. Butt ending fær hann, takk fyrir. Andri Sverrisson, butt ending, ekki spyring. Og þá ertu tekið með hinum endanum á kilunni. Unnar Rúnarsson hirðir uppkastið þarna. Dómarinn dettur á ísinn, skuldar sínum mönnum dós að gósi. Unnar heldur honum, kemur honum út á Gunnar yfir á Heiðar. Heiðar hleður í skotið. Óþarfi kannski að skjóta þannig Elli þegar það var ekki fyrir fram markið. Andri Mikaels yfir á Heiðar. Heiðar kemur honum og allir verða. Hann horfir. Gunni hleður í skotið en missir hann og Gunni steinleikur. Og þá er það Einar markarskorar frá áðan og kemur hann bara. Skorar fjórða markið fyrir Fjölnir. Einar Gunnarsson. Krossfest í Gunnar Arason hann að EK ánamarkinn. Gunni lá eftir. Steinlá hann og Einar let ekki bjóða sér það tvisvar. Nei, Gunni tekur hann á ótímabært skot bara beint í mannin fyrir fram að sig. Markið er short-handed. Dettur svo raskatið og Einar skautar bara framhjá og setur hann auðvitað framhjá Rópa. Þetta var blauta tuskan í andlit Víkingana. Þetta er ekki það sem þeir þurftu. Og það er þeir að gera sig. Það er nóg eftir. Fyrsta mínútur eftir. Hinrik dömpar honum inn. Heiðar kemur í pressuna, heldur honum. Já, lengi hérna. Hinrik missir hann og hann allt í sómanum. Orri Valgeirsson hérna var við það að komast í gegn. Nei, missunni sending og nei. Vignir hirðir þetta upp, kemur honum, náði ekki að skjóta í sæma í þetta skipti, ótrúlegt eða? Nei, þeir eru hann að læra inn á hann. Já, þá var það Jói Leifs. Jói kemur honum djúpt í svæðið og Gunni Ara yfir á Heiðar, Heiðar aftur á Gunnar Ara og Gunni kemur Andra Mikaels og Andri nær ekki skotinu og þeir ná að hreinsa þetta út. Fjölnir. Það var einhver sem vildi fá eitthvað á brot þarna þegar Andri var í það myndi að skjóta, ég sá þetta ekki alveg. Nei, slæm sending hana. Já. Nei, Robbi missir hann. Já, hérna. Og þá var það Gunnar, nær ekki þessari sendingu. Gunnar og svo kemur Gunnar og hvað rýmar við það? Darra að dansa hana inn í varnarsvæði Fjölnis og góð tækling hana hjá Andra. Og það er Róbert, gríðarlega hraður varnarmaður. Robbi tætir þetta í sig, heldur áfram, gleymir pekkinu reyndar en já, skautaði hraðar en pökkurinn, það er alveg með ólíkinn. Já, og Egill hirðir þetta upp út á Heiðar, Heiðar yfir á Baltasar og herðu, það er fyrir fram markið. Kemur skotið og stýrir þessu Egill og hver er það sem liggur hana? Steinláet, sá ekki Róbert Hafberg. Já, mjög mikið blótað þarna eitthvað. Já. En sá þetta ekki. Allt í einu Steinlá Robbi hana. Vill meina að það væri lamin í andliti. Já.
það fundur. Fundarritarinn setur fundinn. Já, það enn ríkistefnun hérna. Ekki vissum að dómarinn hafi séð mikið endilega þegar þetta gerist. Pökkurinn var hinum einn og var út á bláu og 2 mínútur high stick fær hann hvernig ætlaði að dæma? Kristján eða? Nei. Það Hjalti. En það líklega hafi verið Hjalti Friðriksson var 2 mínútur fyrir high sticking. Já. Og Essa spilar 5-3. 5-3, já. Þannig skoraði Fjölnir bæði mörkin í gær. Þannig að þetta verður fróðlegt. Nú þarf að skjóta. Já, maður skorar ekki öðru sem að skjóta á markið. Nei. Herra, Víkingar í dauðafæri aðeins að réttu kútnum hérna. Það er gaman að sjá þetta. Jói Leifs, vinnur uppkastið, Gunni. Hreyfir pökkinn, nú reynar að hreyfa þetta sem mest. Sem hraðast kemur skotið frá Unnari. Gunni Ara í baráttunni við Vignir og Heiðar. Og Gunni heldur honum áfram, sendir hann yfir á Andri Mikaels yfir en Unnar hirðir hann upp. Og hvað gerir Unnar þarna? Sendir á skotið þarna á Unnar aftur. Ótímabært skot þarna. Gunni Ara, góð vörn. Unnar kemur með honum. Unnar sendir yfir Heiðar. Heiðar kemur honum inn sem fyrst. Þeir stilla upp, þeir eru bara 3 Fjölnismenn. Unnar kominn í hinum einn núna. Já, reynir aftur skotið. Og Róbert búinn að jafna sig, kominn inn á. Og missir hann út fyrir. Og annar fyrir refsistími Fjölnis runninn. Þá eru þeir 5-4. Sendir hann bara út fyrir. Já, hérna, já. Þetta er ekki gott. Nei. Róbert ber hann inn aftur. Yfir á Hinrik og Hinrik skýtur en sjáu þetta. Fallegt er að menn að fórna sig fyrir pökkinn. Ég tar pökki hérna. Já. Gullfallegt alveg. Stígur Aspar. Notaði allan líkamann og hendi sig fyrir skotið og þeir eru komnir. Og Atli grípur þennan pökk. Ég myndi segja glórulegs sending frá Robba í mittis hæði þarna í staði fyrir að setja hann í spaðinu á okkurum. Þeir voru sko 3 á engan. Eða 3 á 1. 24 sekundur eftir af refsingu Fjölnis. Og gera vel að halda út 5 mínútna dóminn. Já, mjög vel. Robbi horfir. Hleður í skotið og framhjá. Og Hinrik. Nei, þetta var Balti, ásakið. Egill. Baltasar. Yfir á Hinrik. Hinrik skýtur. Ágæti skot. Þá er það Robbi. Já. Kemur Arnar inn á, snýrir sig við. Aron Knússon á stóru ferðinni. Dömpar honum. Aron er aftur kominn með hann og niður í horni. Elskar að vera í svona þröngu svæði Aron. Fyrir uppáhaldið hans að vera með 2 í bakinu og í horni. Kemur skotið og munaði litlu að markaskorarinn Tómas Vídal næði bara hreinlega að setja 15 mark Fjölnis hérna. Það var enginn að passa hann. Nei. Það var bara 1 sem stóð fyrir fram á Robba. En þessi fór framhjá. 12 mínútur eftir og 40 sekundur betur. 3. leikluti. Liðin spila fullt skipið. Fjölnir leiðir með 3 mörkum. 2 á 1. Unnar
Snöggur sendingin, nær ekki yfir. Viktor gerir vel í vörninu þannig. Heiðar kom svífandi á fjarstingina en sendingin náði ekki yfir. Og Unnar með ágættis og Jói Leifs. Jói Leifs nær að skota og kom honum inn hana. 4-2 loksins. Pokkurinn datt. Unnar skaut á markið, kom rebound og Jói Leifs löðraði honum inn á bakkantinni hana. Og Víkingarnir komnir í gang. Ja, við vonum það allavega. Ja, Bjössi, 12 mínútur eftir. 12 mínútur eftir. Nú þarf eitthvað að gerast. Kemur hann djúpt í svæði, Gunni Ara pikkar hann upp. Sendir hann út á Andra Mikaels, Andri kemur hann út og Heiðar og Egill pressa á Vignir. Fín pressa hann, hirðir hann upp. Já. Og Egill heldur honum, snýr hann af sér. Kemur hann niður á Andra Mikaels, Andri út á Róbert, Róbert þvert yfir. Hann leitar hann Gunni. Gunni heldur pekkinum, er rólegur á honum, döppar niður og Robbi snýr sér. Og kemur Andri Mikaelsson, svara! Nei, hann braut killunan Andri. Andri braut hana og Heiðar hitt hann ekki. Þannig að Hinrik pressar á þetta, Hjalti kemur honum út og Kristján. Unni Steinn kominn inn á. Með númerið hans pappa síns 13. Já. Mjög ungur og efnilegur drengur. Það er fróðlegt að sjá hvað hann gerir í framtíðinni. Nóg eftir í killunni Andra, hann þarf bara aðeins að rétta hann af og teipa hana. Já. Þrír power forwardar inn á hana. Hinrik, Unni og Kristján. Þeir geta elt svona pekki. Þetta Kristján fyrstur í hann. Og Unni stendur af sér tæklinguna. Heldur áfram. Og klárar aðra tæklingu. Unni kemst inn í þetta. Kristján. Unni stelur honum. Unni með skotamarki. Fínt skot hjá Unna. Atli grípur þetta auðvitað. Flottur. Fínasta tilraun hann það. Og þá er það Fjölnir. Dömpar hann út, Einar. Nei, það er hann ekki. Gunni Ara. Sendir hann yfir á Arnar. Þessi er ekki síður efnilegur. Arnar K. Mjög flottur varnarmaður. Búinn að sína flotta takta hérna. Unnar í pressunni. Unnar vinnur pökkinn. Hinn Heiðar. Kemur hann yfir og svo skotið frá Heiðari. Heiðar senda á Heiðar og Heiðar skaut. Unnar reyna að tróða honum hana. Sjáu þið barðinu Unnari og Heiðar hjálpar honum og Heiðar kemur í pressuna. Ég er aðsakað það að heita på allir Heiðar inn á núna. Og Hjalti kemur honum út. Arnar heyrði pökkinu upp, aftan mark Víkingana. Og þá er það Blöndós. Hann er búinn að setja Olli og Emriðina kallinn. Það fór ekki langt. Mikill hraði í leiknum núna. Já, þeir eru aðeins að fallra, eins og maður segir, dömpunum Fjölnismenn, en það er ekki skrítið 9 mínútur eftir og þeir eru 2 mörkum yfir. En ég held því miður að dugi þeim ekki ef þeir ætla ekki að spila þetta til enda. Orri tilbaka. Víkingarnir eiga svolítið inni. Orri
Orri Blöndal með fína sendingu hann á hælinn á Una. Og þá var það Kristján. Hótar skotinu, já, missir hann. Dansar og mikið með hann hana. Já. Hæla saman hæla, virka ekki alltaf sko. Gunni yfir á Una. Og Kristján. Gunni í baráttunni. Hinrik hirðir hann upp. Gunni Arasendin, en hann skýtur í. Og kemur skotið frá Una. Mikil barátta í mönnum núna. Það var flott innkoma Una þarna. Þá var það Hinrik. Kemst fyrir hann að sendinguna. Og Kristján pressar þetta. Pressar sjálfan sig í leiðinni. Þessu. Hanna. Kemur sendingun yfir og svo rétt framhjá. Kristján. Andri tekur hann djúpt í svæðið. Þar byrjar Jói Leifs. Jói út af bláu og það kemur Orri Blöndal. Maunininn með skot og díflaktaði 2. Munaði litlu. Þetta næla markið. Það er aðeins að þyngjast sóknin innan hjá SA Víkingum. Vissi. 8 mínútur eftir. Já, 8 mínútur eftir að þriðju lótu. Og uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. Jói Leifs móti Tómas í uppkastinu. Jói vinnur þetta. Jói heldur áfram og sendir á Heiðar þarna. Hittir ekki markið. Gunnar heldur hann á minni. Jói. Gunnar vinnur mannin og sendir hann svo. Orri Blöndal. Hleður í hana. Skutt. Koma þessu út og Aron Knútsson taklaður hann á Gunnar Arasinni. Orri Blöndal. Hann er leiður á þessu. Við ætlum að komast í sóknina. Viktor með bökkinn. Góð pressa hérna hjá Unnari og Unnar. Hvað gerir Unnar? Nei. Okkur boppar hana. Skítur og Atli heldur þessu. Kom svona gott slass þarna á hanskan hjá Atla frá Pétri. Frisbee-manni. Já, hérna. Sókn Víkinga að þyngjast. Já, örlítið, enda þarf hún að gera það. Það er leikhlé. Það er flautukonsert og leikhlé. Emil Alengard tekur leikhlé. Jöp. Hvert er planið, Bjössi? Ég held að planið hjá Fjölni sé að halda þetta út og SA vill örugglega skoða fleiri mörk. Ég held það. Þetta var mjög djúpt plan. Já, það þarf ekki að gera flókið. Nei. Það er bara svo liss. Stick to the plan. Já. Klart með Kornberg hérna aðstoðarþjálfari SA með einhverja rosalega kanadíska ræðukallinn. Já. Do it for the flag, segir hann mögulega. Já, og sömulegis Emil Alengard. Sagði eitthvað vel valið á sænsku hann að kallinn. Jättebra strákar, jättebra. Og Svetala. Þannig að þetta verður fróðlegt. Heiðar í uppkastinu, já. Fjölnir, Vignir kemur þessu út. Kristján býður á rammanum og það er dump and chase bara. Vá, hann var fljótur að dæma þarna. Já. Guðni gleypti flautuna og mista hann í vinstara lunga kallinn. Og flaut á innsóinu. En Bjarnamaðurinn, nei, Fjölnismaðurinn var á löngu undan hann. Hann átti allan tíman að býða með þetta og uppkast yfir á miðjuna. Ég held bara að hann hafi verið, já eins og segja, flautan var bara komin á stöðum upp í hann. Hann var bara að anda frá sér sko. Þetta maðurinn verður að anda. Annars andast hann. Og þarna kemst Kristján á fleygiferðinu og Orri Blöndal. Smýr hann á ramman. Egill reynir að koma honum út og kemur honum út. Hjalti dömbar hann aftur inn. Orri ber hann upp. Orri tekur lengri leiðina. Þeim langar allir að tækla Orra, það bara getur það enginn. Það kemur Jói Leifs kominn á upp á staðið sinn fyrir fram markið. Sleppti Fjölnismaðurinn bara kilfunni og
Aron Knúts, taklaður hana, Andri smurðan og Tómas yfir á, nei, missan hana. Stígur, tekin út. Þetta er láta að finna þess fyrir sér, Unnar tætir að stað, sendir hann yfir á Heiðar. Tekur skemmtilega við honum hana. Dömpar hann yfir á Jóa, Jói. Hanna, Gunni Ara. Nei. Það er æsing. Jájá. Rólegan æsing, segir 5:40 eftir að þessum skemmtilega leik. 5:40 og Fjölnir 2 mörgum yfir. Heldur betur múin að réttu kútum hérna frá raskellingu gerðdagsins. Já. Það sem voru teknin 8-2. Sá aldrei til sólar. Og nú er dæmi snúist við. Er það ekki bara gott upp á úrslitakefnina svona Bjössi eða? Það sé líf í þessu. Já, það er svona fyrir eftir hvernig á það litið. Já. Menn þurfa að komast í úrslit líka. Jú, menn það er gott að byrja á því. Já. Það eru gamlar húsmæður hérna í stúkunni farnar að öskra áfram essa. Já, þær eru líka velkomnar inn á. Já, það er sætt að segja ekki við tap hérna á heimavelli, þannig að Andri Mikaels í baráttunni hann að sterkur hann á kulunni. Ef að einhver elskar að vera í hotnónum í baráttunni, þá er það Andri Mikaels. Með 2 í bakinu, það er 3. Og Heiðar yfir á Andra, Andri dömpar honum inn. Hjalti hirðir hann upp, kemur hann út og Gunni þarna í baráttunni og Kristján. Já, kemur sendingin en Gunni munnaði leita á þetta. Gunni var ekki nóg framalega. Kemur D2D sending. Og sendingin er upp á Unna en Unni nær honum ekki alveg. Unni nær að halda honum, nei. Það var það Kristján einn á móti, það er rángstaða. Var þetta eitt í döðafæri þarna. Sæmi Leifs alveg 100% á rángstöðunni þarna. Enginn með grind inn og þannig að það er bara að kenna manninum með mottuna. Manninum með mottuna. Hann tekur á sér rángstöðuna. Og Bjössi minn, færeska mottan, færið á sig. 4:21 eftir. 4:21. Það er svona fer að vera mjög gott fyrir Víkinga að setja 3. markið allavega. Já, svona, já. Það væri mjög hentugt. Róbert. Vel gert hana yfir á Unnar, Unnar inn á miðuna. Hvað gerir Unnar? Skítur Unnar. En, nei. Unnar crosscheckaði fyrir frá marki og Orri Blöndal skítur hann að hittir ekki og Róbert nær að halda honum inni og nei, þeir fórna sig fyrir þetta. Hjalti lætur sig vaða fyrir þetta. Vel gert hjá honum. Kristján og kemur honum ekki yfir á Einar. Þetta er að verða alltaf örvendingafullt hjá strákunum. Þeir eru að skjóta kannski hálffærum. Já, það er bara menn liggjandi fyrir fram á. Já. En enga síður, geggjum vörn hjá Fjölnir. Já. Aron Knúts heldur honum. Aldrei góð blanda, Aron Knúts og Andri Mikaels í hotninu en það eru 2 stál þar. Hvað gerir Andri Mikaels núna? Nú er engin með honum. Stungin út hana. Heiðar nær að halda honum inni samt. Kemur pökkurinn. Andri Mikaels heldur honum inni. Egill í pressunni. Egill ennþá í pressunni. Hvað verður úr þessu? Egill. Nær pækinu. Sendir yfir Gunna. Gunni. Dömpar honum inn. Fjölnir er að hreinsa þetta út. 2 mínútur og 48 sekúndur eftir og þetta er æsing. Það má enginn skipta Fjölnismiðin. Það kemur öflug lína inn á. Og Herbert er mættur í... Já, Herbert Guðmundsson í græðunar. Og fer.
Gunnar vinnur pökkinn hérna, kemur hann út á Orra Blöndal en sendingin. Já, sendingin ekki góð. Gunnar dömpar hún inn. Og skynsamlega gert hjá Fjölnir. Halda honum bara og láta tíman aðeins líða. Aron Knúts. Þeir bara með pökkinn eins og langt og hann kemst með hann og sendingin yfir á Kristján og Kristján að skorðu en í hanskan hjá Róbert þarna. Það var afvirkjanum. Náði fínu skoti þarna. Það er ennþá í baratunni. Kristján kemur hann út á Vignir og Vignir með sendingun og Robby í markinu nær þessu. Nú var kannski skynsamlegt hjá Rúnar að taka leikli og fara aðeins yfir hlutina. Já. Timeout. Já, Rúnar. Hann heyrði í mér. Hann heyrði í þið Bjössi. Tekur Rúnar F. Timeout. Hvað heldur að kallið sé að fara að gera? Verður gólín pullaður eða eitthvað? Eitthvað stönd? Ha. Ég veit ekki hvað skal segja sko. Það hefur nú yfirleitt ekki verið sterkasta hlið Víkinga að púlla markmanninn sko. Nei. Svona gegnum árin. Nei. Það er spurning hvað ég gera. Leikurinn búinn að vera satt geggjaður. Komið 6 mörk í hann. Og Fjölnir búinn að vera sterkari aðilinn. Grimmar á pökkinn og ná allavega 2 mörkum bara upp úr hnoði fyrir fram á markið og taka reboundið. Þetta verður fróðlegt. Mjög fróðlegt. Rétt tæpa 2 mínútur eftir. Þarna kemur skotið. Það var Kristján sem hlóði í það. Aftur aukast. Sæmi droppar honum. Gunni er að pikka hann upp. Sendingun yfir á Gunna. Yfir á Egill. Egill yfir á Heiðar og Heiðar skreflangur. Nei, Gunna engu að Egill kemist inn í þetta. Gunni. Vel gert hjá Gunna. Og Gunni heldur honum inni. Andri Mikaels. Þá kemur hann út og þeir púlla markmanninn. Það er kominn. Nei. Rangstaða. Ná að halda honum inni. Baltinn kemur inn fyrir markmanninn. 6 á 5. 1 mínúta og 15 sekundur eftir. Andri Mikaels, það er enginn í markinu. Gunni skýtur á markið og Atli Viðar. Atli, mér finnst hann alltaf að vera Viðar. Atli Viðar. Það er einhver Hann Viðar að sér pekki með reyndar. Já. En hann er Valdimarsson. Við byggjumst afsökunar á því. Já. Já, það er Marsinsson. 1 mínúta eftir. Enginn í markinu. Víkingamegin. 6 á 5. Og hvað verður úr þessu? Unnar í baráttunni. Orri Blöndal heldur honum inni. Orri er að skjóta þegar mennirnir standa beint fyrir fram á þá. Þetta er, já, þetta er. Bjössi, það vantar eitt fake move og skilja hann mann eftir. Þetta leiði þarna. Ja, leðjubjörnin, já. Mínúta eftir. Slétt mínúta eftir. Ég skora núna. Spáði því. Og Aron Knútsson kemur hann út fyrir. Og hér kom honum Orri Blöndal. Orri, það er ekki tími þetta, vinnur. Kemur langa sendingin upp á Andra Mikaels. Sendingin yfir á Jóhann Leifsson og skýtur og skott hana. Fór í hausinn á Atla. Og Heiðar heldur honum inni. Og Jói Leifs út á Orra Blöndal. Orri yfir á Jóhann Leifsson. Hvað gerir Jói Leifs? Sendir hann fyrir. Uss, munnaði litlu. Nei, Orri missar hann út úr hér. Og þessi er á leiðinni. Nei. Æsing. Herru. Já, þetta er ekki æsing núna sko. Já. Þar með fór það 12 sekundur eftir. Og
tap hérna Tap á staðreind. heimavelli. Góður sigur hjá Fjölni. Já, Fjölnir tekur seinni leikinn í doppelheadinum helgina. SA Víkingar tóku fyrir leikinn 8-2 og hér það Fjölnir sem að fer með stíginn í rútuna á eftir, já, Bjössi verðskuldað. Já, ég held það bara. Já, það var þannig. Einhvern veginn komast okkar menn ekki alveg í gang og þó að veri 1-1 eftir fyrstu lútu þá datt þetta ekki okkar megin. Bjössi markaskorararnir. Herðu, fyrsta marki í leiknum hafa skorað hjá Víkingum, það var Jói Leifs. Svo koma Fjölnismenn með næstu 4, það var Aron, Einar, Tómas og Einar og Jói bætir svo við síðasta markinu hjá SA Víkingum. Loka staðan 4-2. 4-2. En skemmtilegt, þetta er skemmtilegt fyrir deildina. Gaman að hafa þetta jafnt og skemmtilegt. Þannig að nú næstu leikir liðana. já, Það er Fjölnir spila við SR 9. mars já, og SA spila svo við Fjölni 13. mars. já. Stutt í næstu leiki. Hvetjum allast til að fara að horfa, ef ekki þá eru þeir yfirleitt sýndir inn á SA TV sem er eitt besta sjónvarp landsins og svo er IHI TV líka að lýsa leikinn fyrir sunnan. En Elvar Jónsteins og Leðjubjörn þakka fyrir sig frá Skautvelli Akureyri Og tæknimaðurinn. og tæknimaðurinn grænlenski meistarinn Eiríkur Grabaninski. Þökkum honum fyrir frábærar 2 lótur hérna af 3. Hann stóð sér vel á hjólinu hérna. Já, Eiki Blanco tók fyrstu lótuna bara svarta og var svo með skyggnilýsingu hérna næstu 2. Þökkum fyrir